hérna á aftansöng á hverjum jólum og sjá ykkur öll hér sem komið hér reglulega. Og það virkilega forréttindi að fá að koma hingað og ég þakklátt fyrir það að vera með ykkur hérna öllum. Merry Christmas to all of you who are here in the Seventh Adventist Church in Reykjavik today. It is a special moment here to come here at 6 o'clock when we say that the clocks ring in Christmas. Ég mun reyna að segja þetta á bæði íslensku og ensku þar sem að við erum með mikið af fólki hérna í heimsókn erlendis frá og við vil sérstaklega bjóða ykkur velkomin hérna Heiðar og Helga og þið fjölskylda frá Ameríku. Það langt síðan að þið héldu jól hérna með okkur síðast og það gaman að sjá ykkur með börn, barnabörn og barnabarn. Welcome to all of you, Heiðar and Helga's family. We are so happy to have you here with us here today, and I'll try to do it in English and Icelandic, back and forth. En núna hafa klukkurnar hringt inn jólin og það svo merkilegt, það eins og það komi einhver sérstakur friður yfir borg og bí. Allur undirbúningurinn sem við erum búin að vera svo spennt fyrir í aðventunni, allt þetta núna bara tilbúið, við breytum engu hérna og nú bara að njóta. Og ég vona að friður og þakklæti verði það sem við fáum að upplifa og það sem við njótum hér í kvöld. Ég þakklátt fyrir þessa hefð að koma hingað og ég þakklátt fyrir að við getum sungið saman inn jólin hér saman. Og við skulum hefja þann söng með því að syngja saman Jólin, jólin allstaðar og þið finnið textan í heftinu. We will sing the first hymn. Komið að því að við munum heyra lesið úr ritningunni og það 6 vers sem mun vera lesin og þau munu vera lesin á 6 mismunandi tungumálum og þið hafið íslenskuna í prógraminu hjá okkur en þetta mun vera lesið á hinum ýmsu tungumálum. Now we will hear read from the scripture and there will be scripture readings read in 6 different languages. And you will see the Icelandic version in the program here. So, gjörðu svo vel.
I'm reading in Ghanaian language. That is tree. It's taken from the Micah 5, verse 1. And it reads, Mumuabua mwakodum ano, o akofo kropon, efri se, atamfo etwa yen ho ahia, ode aba bebo Israel sudifo no wo na funu so. Amen. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng lilim ng kamatayan, sa kanila sumilang ang liwanag. Тому що дитя нам народилося, даний нам син, влада на ременах його, і дадуть йому ім'я, чудний порадник, Бог вічності, Бог кріпості, він наш владика світу. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Dette var i begyndelsen hos Gud, og alt det som er blevet til på grund af ham. I det var liv, og liv var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket får ikke bugt med det. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham, en ånd med visdom og forstand, en ånd med råd og styrke, en ånd som gir kunnskap og frykt for Herren. Við skulum þá hafa bæn og það Erik sem mun biðja með okkur. Við skulum rísa á fætur. Já, himneski Fader, við komum fram fyrir augliti þitt hér í dag sem söfnuður, sem fólk sem lofar þig og þakkar fyrir alla þá undursamlegu hluti sem við höfum notið frá þinni hendi, umfram allt það að þú sendir son þinn í heiminn til þess sem barn, til þess að vera á meðal síns fólks. Þessi undursamlegu fréttir, undursamlegu hlutir sem við þannig skynjum og skiljum að þú hefur gert óumræðilega hluti fyrir okkur. Drottinn, hann var hér hjá okkur sem maður, hann gekk meðal okkar og gerði gott og blessaði og hann að lokum gaf sitt líf þannig að við mættum lifa, þannig að við mættum eiga undursamlega von, framtíðar von. Allt þess að minnumst við sérstaklega í dag hefur komið hér saman til þess að hlýða á þitt orð. Þessi orð sem koma frá ýmsum stöðum í heiminum, Drottinn, en þú kannast við allt og allt opið fyrir þér. Drottinn, það svo undursamlegt að vita til þess að við fáum að vera þín börn. Við fáum að njóta lífs með þér og umfram allt njóta framtíðar vonar með þér, að þú komir aftur í skýjum heimins til þess að binda endi á syndasögu þessa heims og við fáum að vera með þér alla eilífð í þínu ríki,
Við lofum þig fyrir það í Jesú blessaða nafni. Amen. Eigum við ekki að standa á meðan við syngjum saman? Við ætlum að syngja hérna núna 2 sálma og þetta hérna í prógramminu og þar sem standa allir, það eru við, en svo kemur hérna í seinna sálminum kór og þá það 3 raddir sem að munu syngja það og svo komum við annar stað sem stendur kór. We will now sing 2 hymns and there is we can find the words in the program. Where it says allir or all, we will all join in. Where it says choir or kór, then there will be a few voices that will sing or lead that part of it. Så gjør så vel. Kannski bara að minna á að við tökum undir í síðasta versinu, þá flettum við og það eru allir. We will join them, they will sing the first 2 chorus and then we will sing the last one on page 2. Sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King.
En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústi keisara að skrásetja skyldu alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýrenius var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinna borgar. Þá fór Jósef úr Galilíu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís, sem heitir Betlehem, hann var af ætt og kyni Davíðs, að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni, sem var þunguð. En að meðan þau voru þar kom sá tími að hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifinn og lagði hann í jötu, af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nótt hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristum drottinn í borg Davíðs, og hafið þetta til marks. Þér munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu, velþóknun Guðs yfir mönnunum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir á milli sín: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og Drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafi verið sagt. Við munum þá halda áfram að syngja þessa fallegu jólasálma sem við eigum. Og við ætlum að syngja hérna Nóttin var svo ágæt ein, og svo munum við heyra sungið og svo tökum við þátt þegar það kemur kór. Now we will continue to sing our beautiful Christmas carols, and the first hymn, Maria will play through once before we start. Maria ætlar að spila einu sinni Nóttin var svo ágæt ein í gegnum og svo munum við byrja.
sänker vakna fina I Betlehem vart all barnet fart, sen bäste vurandar saring grar, så hava änglar utfärdrad, sem ändus lösnar in varg. Med visna sänker vakna fina med visna sänker vakna fina Nådig och dyr av himlen hand, konungen änglund singen fram, frider ande frändin satt, facknet vi mänsen med visna sänker vakna fina med visna sänker vakna
Já, kæru vinnir, við höfum þau forréttindi að fá að bera fram barn til blessunar á þessum aftansöng hér í dag. Svolítið óvanalegt, en í raun mjög viðeigandi og skemmtilegt. Það eru þau hjónin Stuart og Alexis Tonak sem hafa óskað þess að hinn litla Lee Edda verði helguð hér í dag, hér í kvöld. Tonak hjónin þau búa í Bandaríkjunum og eru hér bara í fríi, í heimsókn, og ég fékk þau forréttindi að fá að gefa þau saman hérna fyrir nokkrum árum eða 2023 í september, sem var stórkostlegt. Dear Alexis and Stuart, it is a privilege, really, for us, for this church, to be a witness to a dedication of your daughter, Lee Edda, here tonight in our church. It's a bit unusual, we have to admit, on a Christmas Eve, but really it is so appropriate, and we are so happy for it. Please come forward and let us pray together. Let us pray together. We come before you, Lord of heaven and earth, to thank you for Lee Edda. And we ask you to bless her and to keep her. We thank you for the determination of her parents to raise her in the knowledge and love of our Lord Jesus Christ, our Savior. Bless them in their role as parents. Also bless the loved ones that are here together and witness this consecration ceremony tonight. And we ask you to strengthen them in their duty and in their privilege, to lend a helping hand to these parents and create a loving atmosphere and to support them and to support the whole family. Lord, we ask you to bless them in a very special way. And we ask you to pour out your Holy Spirit upon this child and protect and sustain her. Embrace her in your loving arms. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. And finally, we would like to pray together the prayer that the Lord taught us and say in Icelandic, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur.
Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Wow. Clever little girl. Gleðilega hátíð. Þá eru jólin komin enn á ný. Hvað það sem gerir jólin svo sérstök? Sem við leggjum svo mikla áherslu á þau og gerum og leggjum svo mikið vinnu í undirbúningin. Hvernig er hægt að leggja mat á jólin? Viðmið eru svo breytileg hjá okkur. Allt eftir ytri kringumstæðum höfum við orðið fyrir missi eða hefur verið sjúkdómur í fjölskyldunni hjá okkur eða erum við ástfangin í fyrsta sinn. En aldurinn auðvitað hefur sín áhrif. Þegar við erum ung þá snýst það voðalega mikið gjafirnar. Haf ég fengið það sem ég óskaði mér? En þegar við verðum eldri, þá snúast jólin miklu meira hefðir, venjur, gjafmildi, þakklæti, piparkökuilmur og matarilmur, mandarínur heyra til á aðventunni og það er mikilvægur þáttur í þessu öllu skreyting á jólatrénu. Þetta er allt mikilvægir hlutir, en hvernig eru bestu jólin? Lítum til ritningarinnar. Hvað er að baki jólunum í raun og veru þar í orðinu? Öðru Korinthubréfi 9. kafla og 15. versi, þá finnum við eftirfarandi leyndardóm jólana. Þökk sé Guði fyrir sína óumræðilegu gjöf. Þetta nær athygli okkar.
Hvað er átt við? Að Guð sem gefur gjafir. Þessi orð sem eru rituð þannig í öðru Korinthubréfinu eru skrifuð af afburðafræðimanni Sáli frá Tarsis sem sat við og lærði við fætur Gamaliels, einum mesta rabbína allra tíma, og Sál, síðar Páll, hann var meistari í að gefa frá sér fróðleik og upplýsingar. Megnið af Nýja testamentinu er ritað af honum. En samt þá staðnæmist hann við þetta orð sem vorum að tala hér, þetta gjöf, og hann segir, það er óumræðilegt. Það er ekkert að koma því til skila almennilega. Þrátt fyrir þekkingu sína finnur hann ekkert orð til þess að skeyta framan við þetta orð. Skyndilega er hann algerlega ófær að tjá sig. Það er hreinlega óumræðilegt, eitthvað sem er ekkert að komast orðum að. Hvers vegna er þessi gjöf svo stórfengleg, of stórfengleg til þess að koma orðum að henni? Þetta snýst í raun bara fæðingu barns, er það ekki? Ef það væri venjulegt barn, af hverju er það svo erfitt að koma orðum að því, að það sé óumræðilegt? Það er annar texti í ritningunni sem hjálpar okkur svolítið til að skilja þetta betur. Jóhannes 3:16. Það því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn. Þetta vers lýsir því hvað lá að baki fyrstu komu Jesú til jarðar. Guð auðnaðist að gefa það sem hann hafði haft í hyggju svo lengi. Guð elskaði og Guð gaf. Það að gefa er það sem kærleikurinn gerir. Hann gefur. Guð hefur gefið alveg frá upphafi. Jakob segir í bréfi sínu, sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að frá föður ljósanna. Lykilorðið í þessum versum er sérhver. Ekki misskilja, segir Jakob, það eru ekki bara góðar, fullkomnar gjafir, heldur sérhver gjöf. Og þegar þú íhugar þetta, umbreytist viðhorf þitt til Guðs algjörlega. Hann gefur alltaf. Hver sem gjöfin er, þá er það fullkomin gjöf. Við höfum nú rétt áðan orðið vitni að því að foreldrar báru fram litlu dóttur sína og færðu hana drottni til blessunar. Í þeim skilningi að dóttir þeirra er undursamleg gjöf frá Guði, sem verður fullkomin í því að þau leggja hana í hendur drottins sjálfs, hendur Guðs. Gjafmildi Guðs er ekki bara yfirfljótanleg og skapandi, en hún er stöðug, hún hættir ekki, hún heldur áfram, hún er óaflátanleg. Þetta er frá harmaljóðunum eins og við þekkjum. Miskunn drottins er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni, mikil er trúfesti þín.
Sérhver dag sem Guð segi, njóttu sólarupprásarinnar. Hér næring fyrir líkama þinn. Hér loft fyrir lungu þín. Hér fegurð fyrir augu þín. Hér tónlist fyrir eyru þín. Hér styrkur fyrir þarfir þínar. Hér vinir fyrir hjarta þitt. Hér tilgangur með lífið þínu. Hér hugsanir fyrir huga þinn, gjafir. Bestu gjafir Guðs koma án þess að við þurfum að hafa áhyggjur af kolefnisspori eða öðrum hremmingum nútímans. Þær draga jafnvel upp mynd af endanlegri lausn á öllum vanda mannkyns, hugsið ykkur. Hvað gerði komu Jesú til jarðar svo stórkostlega var að Guð gat nú gefið mestu gjöf allra tíma. Gjafmildi hans náði hæstu hæðum sem ollu straumhvörfum í sögunni, sögu mannkyns. Þessi viðburður markaði tímamót alls tímatals heimsins. Verum svo fyllt kærleika Guðs að við séum farvegur þessa kærleika til annara. Þannig verða þessi jól bestu jól alla tíma. Amen. Gospel
chains shall he break, for the slave is a brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Let forever praise we. Noel, O night divine. Noel, O night divine. O night divine. O night divine. Jæja, ég veit að það eru margir farnir að kíkja á klukkurnar því að við vitum alveg hvað gerist á eftir. En við munum núna munum við ganga inn með ljós og við skulum öll rísa á fætur, standa upp, hafa kertin og láta logan ganga. We will all stand up while we receive the light and we will sing the final hymn, Silent Night. Ég þakka ykkur öllum fyrir komuna hérna í kvöld og gleymum ekki því sem að við höfum heyrt hér. Við hlökkum öll til þess að taka upp gjafir í kvöld, allavega yngri kynslóðin veit ég að er svolítið spennt. Og munum að með þakklæti þá hafa einhverjir pakkað þessu inn, valið þetta fyrir ykkur og við skulum muna eftir þakklætinu og allt þess fallega sem að fólk er búið að hugsa til okkar. Við skulum líka ekki gleyma Guði sem að gefur okkur góða gjafir á hverjum degi fyrir frið, fyrirgefningu og annað sem er nýtt á hverjum einasta degi. En nú sýnist mér flestir vera búin að fá ljós og við skulum nú syngja saman Heim ból. Heim
Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól. Takk fyrir.